Góðan daginn og velkomin í 42. þáttinn minn hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og handavinnu og uppfittunaróð þessa dagana. Í dag 10. september, mánudagsmorgun, klukkan rétt rúmlega 8 og hérna ég og þessi gæi eru mætt hérna. Þannig að þetta þýðir þannig alltaf bara að það alltaf dætt í rútínu og maður ekki alveg búin að klára að klæða sig enda bara mánudagur. Nú, ég vil bjóða alla nýja og gamla hjartanlega velkomna. Já, alltaf jafn ánægilegt og pínu skrítið að þið viljið eyða með mér hérna klukktíma stund í hverri viku að hlusta á mig, en það bara og meðan þið nenni því, þá nenni ég þessu. Og þó þið nennið ekki, þá held ég myndi reyna einhvern veginn að halda utanum það sem ég að gera á þennan hátt. En ég veit, mamma hættir aldrei að horfa á mig, þannig að ég ger þetta meðan hún horfir. En hérna, já, eins og ég sagði, það búið að vera uppfittunaræði, þannig að bara undirbúið ykkur fyrir það. Ég var að fitja held ég upp á 7 verkefnum fyrir íslenska samprjónið hjá hérna Hippi Barbanits, Lindu, og mun náttúrulega sýna ykkur það, og svo fitja ég upp líka helling af hlutum sem búið að vera bara klæjuputtan að byrja á, en ég ákvaða að klára svona nánast það sem ég var með á prjónunum. Það ennþá hérna hvíta feel-free peysan og Vertices Unite, það eins og ég hef margoft sagt, það liggur ekkert á. Þau eru náttúrulega bara ennþá á kantinum og svo teppin mín, en mér langaði svo að klára hérna Birds of a Feather sjalið áður en að ég hæfi uppfitjunarkastið og nánast klára það sem ég fitjaði upp á í sumar. Þá fitjaði ég upp á einhverjum 19 verkefnum og sérst, já, það feel-free peysan og Vertices Unite sem eftir af því, en það allt í lagi. Prjónulögan býr ekki hér. Ég ein af þessum sem líður alls ekki illa yfir því að fitja upp á milljón hlutum. Þannig að og kosturinn við að hafa þau bara svona í lokuðum pókum að þú veist, það þyrmir ekkert yfir mig þó að ég sé mér svona mikið að pókum í kringum mig. Ég að kíkja hérna á þá. Ég með þess að sikkvotn hauginn. Ég ætla bara að klára þetta og svo klára ég að kynna mig. Ég hef ákveðið fyrirkomulag þegar ég með svona rosalega mikið á prjónunum. Þá ég með svona prjónastólinn í stofu og ég byrja á því ég búin að fitja upp á öllum verkefnunum, þá þau öll öðrum megin við mig. Svo gríp ég bara eitt poka og prjóna smástund á því verkefni og setja svo hinum megin við mig. Tek svo næsta og læt þetta ganga svona. Og svo þegar ég búin að tæma alveg öðrum megin við mig, þá gramsa ég í hinnu og byrja að fara í hinna áttina með dótið. Þannig að það ekkert flóknar en það, en þetta svona gert til þess að ég sé ekki bara alveg á kafi í því sem að mér finnst skemmtilegra að prjóna heldur en hitt. Þannig að ég sé svona að reyna og það kannski ástæðan fyrir því sérstaklega með feel-free peysun okkur hún ekki búin. Það bara því mér finnst svolítið erfitt að prjóna garninu og þannig að hún kallar ekkert rosalega mikið í mig. Og Vertices Unite náttúrulega bara sjálf sem ég að leika mér að vinna upp garnafganga sem ég mun ekki nota í annað og mun sjálfsagt svo bara enda sem bara listaverk upp á vegg. Eins og þessi sjöl sem við erum allar að prjóna. Þetta náttúrulega bara listaverk. En já, ég heiti Helga og mig að finna á Instagram sem helgaa71 og á Ravelry sem helgaar, og svo ég með like síðan að verkefnatöskur Helgu á Facebook. Og síðan var ég að fá mér vefsíðunafn og það handverkhelgu.com og við fjölskyldan erum að vinna því að koma því í gagni. Þetta verður vefsíða þar sem að
töskurnar mínar munu vera og ég hafði handverk Helgu í staðinn fyrir verkefni töskur Helgu einfaldlega því að ég vil hafa möguleika á að geta komið með eitthvað annað en töskurnar að neinn og ég er að setja þessa vefsíðu upp inn á svokölluðu Shopify sem að heldur utanum þegar maður er með svona sölusíður. Nú svipa á Etsy sem að margar okkar notum í handavinnu heiminum. Nema ég kann bæði aðeins ódýrara að vera á Shopify og viðmótið notendavænna finnst mér. Og yngsta dóttir mín og maðurinn minn og kærastan hennar, við vorum öll að vinna í að græja þetta á laugardaginn, vorum að íslenska eins mikið og við getum að viðmótinu hafa kannski ekki allt komið þegar að síðan fer í loftið en ég stefni samt að því og ég læti ykkur að sjálfsögðu vita þegar það breytist og ég mun þá flytja í rauninni alla söluna af Facebook síðunni, það verða þá bara allt, ef það verða eitthvað myndir af töskum inn á Facebook síðunni sem ég er að selja, þá verða bara hlekkir þar við sem að leiða viðkomandi inn á vefsíðuna til að klára kaupin og það verður svona, maður er að vinna í að finna út greiðslu möguleikana og sendingadæmið og allt þetta, þannig að þetta tekur tíma en ég læti ykkur vita og ég mun nota like-síðuna áfram til þess að koma inn svona upplýsingum og þess aftar að því fólk sér það frekar þar heldur en að ég sé að tilkynna eitthvað inn á netversluninni sjálfri. Þannig að það mun fara svolítil orka í þetta næstu vikunar að koma þessu í gang. En að sjálfsögðu verða prjónarnir alltaf nálægt og saumaðilinn. En það var eitt sem ég gleymdi svo illa í síðasta þætti og ég dauðskammaðist mín. Ég var náttúrulega bara svo uppveðruð eftir gaddgönguna að það hálfa hefði verið nóg. En ég var, það var niður skrifað á allt. Ég gleymdi að segja ykkur frá vettlingunum hennar Guðlaugar sem er með vídeobloggi Þræðir á YouTube. Hún var að gefa út sína fyrstu uppskrift á Ravelli og ég prjónaði uppskriftina fyrir hana. Vettlingarnir eru í notkun, þannig ég get ekki sýnt ykkur þá, en þið getur bæði kíkt á hana eða farið bara inn á Ravelli. Mér minnir að þeir heita Reo vettlingarnir, R-E-O. Ef þið setja það bara í leitina inn á Ravelli og þá finnið þið þá þar. Og rosalega fallegir. Ég er alveg ákveðin í að gera svona bláa og hvíta eins og hún er með gerði eina sína, það minnir mig svo á þetta svona fallega danska Copenhagen bollastellið og matastellið og það og mér langar rosalega að finna fallegan bláan lit við þennan hvíta og gera þá aftur og bara til hamingju Guðlaug, þetta er stórt skref, það er bara þetta er aðdáunarvert þegar fólk gerir fyrr í þennan leiðangur og og svo við höldum áfram blaðrinu og ég kannski kem meira inn á þetta í lokin eða blaðra þetta bara allt út núna. Þeir eru kannski búin að slökka á farin að gera eitthvað annað en það styttist í jólin og ég fór á prjónahitting í Reykjavík helgina fyrir gaddgönguna og þar kom ein með hugmynd. Það er náttúrulega hægt að kaupa jóladagatöl af íslensku handlitrunum og út allan heim. En það var ein sem að spurði, getum við ekki gert eitthvað svona, þú veist, notað afgangana okkar sem að við sjáum ekki fram á að endilega nota sjálfar en myndum gjarnan vilja einhver myndi vilja nýta sér eða þú veist, geti gagnast einhver með öðrum. Getum við gert eitthvað svona dagatala system sjálf og ég sagði, ég skal bara tala um þetta á vídeoblogginu minni og nú er ég að tala um þetta á vídeoblogginu minni og hvað finnst ykkur?
ef að við gerðum þetta í gegnum rásina hjá mér, þá myndi ég náttúrulega þurfa að stofna eitthvað starf hóp þar sem við getum kastast á með hugmyndir hvernig við myndum framkvæma þetta og þá er spurning hvort að ég gerði Facebook síðu eða síðu inn á Ravelry. Það er sennilega betra að gera inn á Ravelry og já, bara hvernig fyrirkomulag við myndum hafa, hvort við myndum gera hafa þannig að það myndi bara, fólk myndi bara setja inn ég vil vera með og ég vil vera með og síðan myndi ég para saman fólk, bara setja nöfnin öll í pott og para svo saman og svo myndum við hafa kannski að við myndum skiptast á 24 eða 23 litlum pökkum sem að væri þá 10 gramma niklar eða hespur og svo kannski síðasta eða aðfangadag er þið eitthvað meira. Hvað veist ykkur? Á ég að opna hóp á Ravelry og eigum við að skoða þetta þar? Mér finnst það rosa spennandi og ég á svo mikið að ég get ábygglega, þú veist, við gert útbúið ábygglega fyrir 3, þessuna, út í það er farið. Og líka ef það er einhverjir erlendis sem er að horfa á og langar að vera með, bara ekki málið. Ég meina, ég get ekki ímyndað mér að það er örugglega einhver okkar sem myndum ekki telja eftir okkur að senda svona glaðning erlendis og þá er það bara sko nafnið sem ég myndi þurfa að láta hópinn heita. Á það þá bara að vera Helga handavinnu á það eða hvað? Að því ég er ekki með neitt sérstakt nafn á vídeoblogginu mínu eins og Linda og Guðlaug eru til dæmis með. Þannig að en endilega setið bara fyrir neðan vídeóið hvað ykkur finnst og þá ég vil tillögur að nafni á hópnum og við sjáum bara hvernig viðbrögðin verða og hvort við hefum ekki að gera eitthvað úr þessu. Mér finnst þetta allavega rosa spennandi. Ég er alveg búin að kaupa mér í eitt dagatal frá henni Kristínu minni í Vatnsnes. Ég stóðst ekki mátið. Mér finnst hennar hugmynd að aðventudagatali er öðruvísi en hjá öðrum og það höfðaði til mín og ég skellti mér það. Og en svo var líka æðislegt að gera eitthvað svona. Nýta það sem við eigum í að skipta þessu á milli okkar og koma svo með hugmyndir hvað við getum gert úr þeim annað en að hekla þetta í teppi eða þú veist, það er fullt af svona uppskriftum fyrir svona afganga brjón og hekl og allavega. Þannig að ég var að skoða þetta. Ég er eiginlega búin að tala það sem ég ætla að tala í restina nema töskurnar, ég geymi þær. Þannig að við spáum í þessu, það ekki. En eigum við þá að vinda okkur í ástæðuna fyrir því af hverju þið eruð hér og skoða geðveikina í frú Helgu í uppfyttinu. Sumt var ég nú búin að fytja upp á, þeir eru nú búin að sjá sumt, en ég man ekki hvort, ég held ég sé ekki búin að, eins og til dæmis í The Golden Hour sjalinu eftir Andru Mári, það er ekkert búið að vaksa síðan síðast. Það er bara ennþá lítið og fallegt. Augnablik. Afsakið þetta og það var bara síminn á fullt og upptökugræðan slökkt á sér, þannig að ég þurfti að taka hana af og þannig að uppstillingin er kannski pínu öðruvísi, en ég var í The Golden Hour sjalinu eftir Andru Mári sem ég er að prjóna úr DK gróflega garninu frá henni Salome í Dóttir Dyeworks. Rosalega skemmtilegt garn, æðislegt að prjóna úr því. Ég var búin að tala um það daginn
Og þetta er svona mitt á milli sport og DK. Þetta er svona, já, það eru 250 metrar á 100 gramma hesspunni. Það er venjulega svona 225 í hefðbundu DK gatni. Og nú er nú aldeilis gott að ég alla þessa handavinnupoka fyrir allt það sem ég ætla að sýna ykkur. Ég ætla að fara skipulega í þetta, sko. Svo ruglist ekki systemið hjá mér. Ég reyndar tók ekki með einn afsakið töskuna sem ég er að hekla því ég er ekkert búin að hekla eini. Það eru svona nokkra klárana á næstu dögum. Svo er hérna peysa sem heitir Pink Onyx eftir Eiko Monier og er bara frí uppskrift á Ravelry. Og þetta er peysa sem eða svona bólur sem ég ætla að gera fyrir sumarið. En það kemur annað sumar, vona ég, betra sumar. Og það er ég að prjóna hérna úr satin cotton frá Scholar Stól. Þetta er litur 0102 og er svona náttúrulega, það er satin í þessu, þannig að það er svona glansandi áferð og svona frekar stíft og í þessu er bara bómull, 100% bómull. Og ég er að prjóna þetta á 4 mm og 3,5 mm prjóna og það er svona heklað uppfytt af því að græin sjálfur er svo gerður eftir á. Munstrið bekkurinn hérna, efri hlutin á bólnum er gerður á minni prjónana af því að hérna svo að götin verði ekki of stór. Og ég gerir prjónafestupröfu fyrir sumt af peysunum sem ég er að prjóna en ekki þetta og óþvegið og svona gróflega talið og þá er það nú alveg að passa þannig að ég ætla hún bara að halda áfram að taka sénsinn á því. Það er í svona helgutöskum. Þetta er nánast allt í helgu og mömmu tösku, já aðalega í mínum töskum, gömlum og nýjum. Hérna er Dr. Dyeworks poki og í honum er Hipsum Haps sjalið frá Uppspuna sem er í rauninni bara svona grunnur fyrir sjal. Og ég var búin að sýna ykkur þetta garn eftir garngönguna. Sýna ykkur náttúrulega bara aftur hérna. Þetta er allt jurtalitað. Þetta er 100% ný ull, ótrúlega mjúkt. Þetta er sem sagt lúpínu litun. Hér höfum við birkilauf, minnst þessi æði, þessi guli. Og síðan bara hérna LR04, nei, og LL04. Þetta sem þetta eru bara ólitað, bara eins og kemur af kúnni, eða í þessu tilfelli kindinni. Og þetta er prjónað á, var ekki 4? Jú, 4,5 er ráðlagt. Þetta er, sko verkefninu eru öll svolítið á þessum stað. Þannig að hérna, ég fitja þessast upp á öllu þessu verkefnum á okkur 3 dögum eða eitthvað. Þannig að Hipsum Haps úr Uppspuna garni og hann í poka frá Dr. Dyeworks getur ekki orðið íslenskara. Þannig að þetta og að sjálfsög líka Golden Hour, það eru stykki sem að fara í íslenska sem prjónið sem ég alltaf tveitum. Síðan fann ég uppskrift sem ég fannst ofalleg, heitir Selja Sweater á Instagram og er frí. Bara svona plain og fallegt munstur. Svolítið vítt hálsmáli en það getur vel verið að maður fikk eitthvað í það að það er hægt að því ég má það.
það sérst líka Heklu uppfit og því af því að maður gerir fyrst munsturbekkin og klárar upp sérst í hálsmálið, rekur svo uppfitið upp og prjónar bólinn niður. Og ég svolítið þröngt að þyngi þessari tösku af því að ég gerir prjónahöstupröfu bara svona hálfa samt. Mér finnst alveg nóg að gera 10 svona 5 cm í flestum tilfellum. Þetta Holst garnið sem ég var að tala um í síðustu viku og að nota það tvöfalt og mér skilst að það opni sig vel við þvott og ég sé að það gerði það á prjónahöstupröfunni. Því þvæ hann alltaf áður en ég mæli nema annars ekki fram. Og þetta 70% ull og 30% silki og liturinn heitir Bloom. Þetta Tights frá Holts, þessi típa. Og ég er með svona Seagull lit á móti, þennan gráa sem fer þá í munsturbekkin. Og þetta prjónað á 3,5. Hvar er ég ekki með utan af? Sérst ég með 3,5 og allir heitt sé 4,5. Já, ég er ekki með neitt utanum einfallega því að þetta úr sett. Já, 4,5 mm er sérst aðalhlutin prjónaður á og stroffin á 3,5. Þannig að þetta, ég þyrfti náttúrulega ekkert endilega að vera með stóra, ég hugsi takið þannig bara upp úr. Svo fara betur þetta. Geymi þennan gæja bara hérna hjá mér. Ég tók að ganni upp vídeo af herbygginu eins og lítur út áður en ég byrja að taka upp og svo fer það eftir hvernig ég geng í upptökunni, hvernig það lítur út á eftir. En þetta í svona einni gamalli og góðri. Þetta verður ekkert svo slæmt sennilega í dag því ég þarf að hafa skipulega á hvar ég hendi dótunum frá mér. Síðan kemur hérna í einni yndislegri sem tösku frá mömmu minni sem yngsta dóttir mín á en ég rændi. Hún með fullt af vössum og smellum og dúlleri en þá fann ég aðra uppskriftar rafverðli sem líka frí sem heitir bara Yoke Pullover og kemur frá Taki Yarns. Hún hönnuð af Heather Lodinsky og þetta fann ég bara í gegnum Ravelli, leiti minn á vefsíðu og ég náttúrulega sko það að vera margir litir í munstrinu þannig að ég alltaf sýna hvað ég að gera og þetta bara mjög svona plain lopapeysa en ég hugsa að ég gæti nota munstrið og ég að prjóna hana ofan frá niður þannig að ég sný bara þessum öfugt þar sem það á við upp á að í staðan fyrir að prjóna tvær saman þar sem það merkir þá náttúrulega bara ekki út til þess að snúa þessu við og ég að prjóna þessa peysu úr garninu sem ég spann. Ég hugsa að ég taki þetta fluff hérna úr, þetta ekki alveg ég en það ekkert mál að gera það þá ég sé byrja að prjóna úr því og ég búin með fyrsta munsturbekkin og þetta gráa bara íslenska kindin nánast beint af henni og þetta svo brestgull, alls konar, það nokkrar ullategundir í þessu. Það svolítið mýkra. Þannig að í staðan fyrir að vera með marga liti þá ætla ég bara að vera með þennan í þessu. Og það alveg ótrúlega spes tilfinning að vera að prjóna úr garni sem maður hefur spunnið sjálfur.
Þetta fyrir náttúrulega í íslenska samprjónið. Ég gleymd að setja hérna selja uppskriftinni í réttan poka. Þá eru 2 eftir hérna megin. Eru þau alveg að bilast? Síðan er það vorliljan. Hennar Auðar. Ótrúlega falleg uppskrift og ég er búin með hérna eina endurtekningu á, eða sérst búin að gera þetta einu sinni hérna kaðalinn. Og það er ótrúlega auðvelt að læra uppskriftina utana. Þannig að hérna hvað er þessi spott að gera hérna? Já, ég ætti að leggja saman. Já, þannig að þetta er á 4 mm prjón hjá mér, Lykke Needles, og þetta er alíslenskt líka, þetta er sérst, já, eins og pókin frá Dóttir Dæverk, sem náttúrulega íslensku póki, íslensk gatn og íslensku uppskrift. Og hér er íslensku litari, íslensku uppskrift og íslensku póki. Og það er frá Héraði. Ég sýndi ykkur þetta náttúrulega í síðustu viku. Ég keypti þetta á göngunni. Það er sólskinn, þessi guli. Og það er 80% súbuvós merino, 10% kasmír og 10% nælon. Og síðan kemur þetta næst inn í leikinn Oak. Og það er á vingugrunninum sem er 100% súbuvós merino. Ég er ekkert að vinda það upp fyrir bara kemur að því að styttst ég þurfa að fara að nota. Að ég var að vinda svo rosalega mikið upp að þá þegar ég tók þetta kast hérna í síðustu viku að ég vatt bara upp það sem að lá á. Lá svo rosalega á þessu. Þannig að hér er enn eitt verkefnið í íslenska samprjónið. Svo er það síðasti pókin hérna megin í þessum flamingo póka og það er Sushui Sörök. Ég er ekki með uppskriftunum í pókanum að því að maður þarf að fylgjast vel með í því. Ég veit það sem hafa gert það. Þannig að það er bara hjá prjónastólnum mínum kyrfilega merkt hvar ég er stödd og ég er alveg búin með allt þetta. En það er einu prjónahómnum mínum sem er komin ansi langt. Byrja á ermónum í rauninni og rosalega sem ég hlakka til að vera komin þangað maður. Þetta verður geggjað. En þetta er hérna garn frá, þetta er prjóna í fyrsta lagi á 4,5 mm prjóna og þetta er garn frá Systrabönd. Miðarnir eru, hér er annar, skipulagt kás. Þessi sem er alveg grár heitir Skíahula og Íslenskt vor er hinn. Og þetta verður mjög svona látlausir litir hjá mér í tvöfaldar klukkuprjóna því að það er svo mikið grátt í þessum freknóta. Þannig að hérna, en ég vildi hafa það þannig. Ég vildi ekki hafa mikinn mun á milli. Og svo á ég alveg eftir ákvæða hvað ég geri við neðstu röndina, hvort það verður popp eða hvort þetta verður bara áfram svona einfalt. Ég er bara að hugsa upp á praktísku hliðina fyrir sjálfa mig. Mér finnst það ógeðslega flott að vera með svona eitthvað lit sem skerir svo úr, en ég myndi þá kannski ekki endilega hafa hann eitthvað svona neon, heldur eitthvað svona mýkri. Þannig að þá erum við búið með það sem að er þeim megin sem að ég á eftir að hérna vinna í á næstu dögum og þá fyrir við yfir þar sem ég er að vinna í og ég ætla bara að sýna ykkur fyrst þar sem ég var að viðsannst í gærkvöldi af því að það er núna að fara í time out á meðan hérna ég vinn í ykkur öðru og það er hérna Triangles Brioche hatt eða þess að 3-hyrnings 2 lita klukkuprjóns húfa.
Þetta er frí uppskrift á Ravelli. Það er svo mikið af fríum uppskriftum góðum þar. En svo er líka alveg fullt af fríum ekki góðum og líka sem maður reyndar borga fyrir. Það var inn á einhverju síðu sem ég er í, sennilega hjá Bakery Place, og þar var ein að kvarta yfir því að hún var ítrekað búin að hafa samband við hönnuðinn og búin að bíða eftir svari í nokkra vikur og búin að senda ítrekanir og annað og var ekki að fá nein svör og þetta er náttúrulega alveg óþolandi þegar þú ert að borga fyrir og þetta var ekki ódýr uppskrift. Það er óþolandi að þú fari ekki aðstoð við það. En það geta náttúrulega verið alls konar ástæði fyrir því en það er þá fínt að hafa það bara í replyinu á e-mailinu að þú getur ekki svarað eins og sakir standa eða eitthvað slíkt. En nóg um það. Hérna er þetta. Ég er semst að klára síðasta munsturkaflan og er svo bara að fara að prjóna tvöfalt venjulegt klukkuprjón þangað til ég fer að fækka leikjunum. Og þetta er líka úr garni frá Systra Bönd sem er náttúrulitað og þetta er svona grófara en já, þetta er kallaðar meðalgróft, þessi DK grófleiki. Þetta er litmaðra og þessi gulið er turmerik. Þetta flýgur bara af. Ég hugsa að þetta verið búið fljótlega. Mér finnst alveg rugl gaman að prjóna svona tvöfalt klukkuprjón með 2 litum. Mér finnst það bara rosa gaman. Og það hérna er eitt svona gæi geymt í svona hörðum gæja hauskupu gæjanum. Síðan er hérna eitt svona stór poki sem er þá væntanlega verið stóra uppskrift og þetta er peysan Turtle Dove sem að Melissa Klúlof í Espico Tricot eitthvað hérna. Ég ætlaði að svoleiðis vera búin að æfa með að segja þetta. Þetta er sérst kanadísk verslun og ég hef verslað tvívegis frá þeim á netverslunni. Já, Space Tricot, já. Þar hjá þeim inn á Ravelli er alveg hellingur af fríum uppskriftum. Og þetta er nýjasta, þetta er Turtle Dove sem að önnur þeirra gerði, Melissa. Þær eru rosa skemmtilegar og eru svona, þær eru miklir gardsnobbarar, bara segja það bara hreint út. Ég hef ekki séð ódýrt garn hjá þeim nema íslenska lopan, þær eru með eitthvað á honum stundum á vefsíðunni. En það er bara alltaf lagi. Þetta er þeirra svona sérdeild að vera með bara svona það er ekkert endilega eitthvað hágæða eitthvað svoleiðis, en það er bara öðruvísi unnið og dýrara vinnuferli í því garni sem þær kaupa inn og er að leggja mesta áherslu á í sínum podcastum. Og þetta er eitthvað, það er sem sagt hérna nota Woolfolk Loft garn í þessa peysu sem er fjarri því að vera gefins. Þannig að ég er að nota bara ódýrasta garn sem að ég hef á ævi minni keypt nánast í þetta og það er Fisherman's Wool frá Lion Brand. Þetta er reyndar 100% ull í þessu. En þetta var hræpilegt, keypti þetta inn á woolwarehouse.co.uk og þetta er litur 200 Oak Tweed, heitir hann og þetta er það sem er utan hespuna og hespan er svona. Þetta minnir mér svolítið á svona gamla daga. Ég samt veit ekkert hvort ég hafi eitthvað mikið séð þetta en þetta er eitthvað sem að þegar ég fekk þetta í hendurnar, ég fekk svona eitthvað nostalgíu í mig. En hún er nefnilega eini í Stranded
podcastinu og Stranded Dye Works, hún prjónaði sér peysu úr svona tvílitu bandi en ekki frá þessum. Og mér fannst það bara svo hrikalega töff að ég varð að fá mér svona garn. Og þetta er rosalega létt og einhvern veginn það er ofsalega þægilegt að prjóna úr þessu garni. Það er svolítið, en ég hlakka svolítið til að sjá hvernig það verður þegar það er þegar búið að þvoða. Og þetta er rosalega einfalt og maður læri strax utan af hvernig útaukningarnar virka í þessu og þetta er prjónað frá hálsi og niður. Þannig leið og ég verð komin niður fyrir ermarnar og búin að tengja saman þar og setja ermarnar og aukaprjón, þá klára ég væntanlega ermarnar og held svo bara áfram niður búkinn þangað til að mér finnst peysan vera orðin nógu síð. Og ég er með 3 svona hespur. Það er alveg 250 gram á hespinu og ég ger nú alls ekki ráð fyrir að klára það, ekki nema að þetta endi bara sem kjóll. Hver veit. En þá er á þetta stóran pókan þetta. Sjá, draga hennar nær. Það er nokkuð alveg kafna og leiðindum hana. Nei. Svo mun ég nú bara sýna ykkur svo á næstu vikum það sem ég er að vinna mest í á þessu. Síðan er það enn eitt stykkið sem að er að fara í íslenska samprjónið í tösku eftir íslenskan saumara. Það er Wool & Honey og ég er að nota eftir Andreu Mári peysa sem sagt. Hvað ég snýði svolítið, já, ok. Þetta er Wool & Honey eftir Andreu Mári sem er peysa og ég er að nota Vassnes garn soft sock og liturinn heitir Dröfn frá henni Kristínu sem hún litaði fyrir mig eftir handverkshátíðina og ég fekk afhent þegar gaddgangan var og þetta er bara 100% meira en ull. Og ég er búin með styttu umferðarkaflan á peysunni og er núna bara að byrja að prjóna í hring og ég er að prjóna af tveimum hespum prjóna eina umferð með annari og aðra með hinni til þess að fá ekki svona það sem ég kalla pooling þannig að það sjáist ekki það myndist ekki svona bara litaklasar á peysunni en ég held samt að það sé ekki svo nógið á af því að þetta er bæði slétt og garðaprjón peysan sjálf en ég ætla samt að vera með 2 hespur á þessu. Þannig að ég er með 2 uppundnar ofan í töskunni og svo bara vind ég upp næstu eftir því sem þörf er á. Þannig að þetta er Wool & Honey eftir Andreu Mári, nýju skrift frá henni, eða nýleg, hún sé henni sumar. Sýn ykkur mynd fyrir ykkur sem að hafið ekki séð. En hún sem lítur svona út. Ég er ekkert búin að ákveða svo hvað hún á að vera síð eða hvað. Ég leyfi alltaf, það er kostur við að prjóna þetta frá hálsmáli og niður að maður getur, ákveðið þá sjálfur hvað maður vil hafa hana síða og líka bara upp á að nýta garn. Þannig að mér finnst það mjög skemmtilega aðferð. Síðan er póki frá henni Mínu Philip, The Knitting Expert. Ég náði póka hjá henni í einum af síðustu uppfæslum, eða þegar hún var að byrja að draga sig í land með að búa til svona póka. Og ég náði í einn, ég held alltaf svo mikið upp á hana. En hér er bara íslenskt garn, ég litaði garnið, það er ekkert íslenskt garnið. En þannig að það kemst ekkert í samprjónu eða því að ég er náttúrulega ekkert að, jú það er náttúrulega verið að selja
handlita gatna eftir minn í Gallerí Snotra en ekki úr þessari tegund. En þetta eru þessar Strip-It Drop sokkarnir eftir KF Jones og þetta prentout svart-hvítt, þannig að það ekkert víst að það skili sér munstrið. En þetta er bara svona fallegir munstursokkar og ég er bara alveg að vera að koma með brugninguna á sokknum, er alveg að vera til og þá fer ég að byrja í munstrinu og ég venjulega geri það nú frá tá og upp en ég ákvað að fara bara eftir uppskriftinni á henni. Ég mun sjálfsagt gera samt annarkvort eftir á ísetta hæla eða Fizz Lips Kiss hælinn, svona styttu umferðarhæl en ekki haldurahæl og þetta er 2,25 mm nálar, 64 lykkjur og garnið er handlitið af mér og með minn er þetta sé svona, ég hafa verið að nýta afganga litnin því ég litaði þetta garn, þannig að það er alveg bara allir litirnir sem ég var að nota þann daginn koma fram í þessu. Það getur oft verið mjög skemmtilegt. Þannig að þetta, og mér finnst alltaf örugt að kaupa uppskriftir af henni Kay í Bakery Bears. Hún er svo vandvirk sjálf og hún er fljót að svara ef það er eitthvað spurningar og bara já, þær eru mjög læsilegar og vel uppsettar hjá henni, uppskriftirnar. Svo eru hérna aðri sokkar. Afsakið, byrjar ballið. Og þetta eru sokkar sem ég er búin að eiga lengi, en ég er nokkuð viss að uppskriftin sé ókeypis. Og hvað er nú mynd af þeim? Já, Smoked Leaf Sock frá Craft Smarter. Og þetta eru sjáu þetta, já, ég er að reyna að sjá hvað ég er að gera. Þetta er alveg óbúslega fallegir og þetta er með svona prjóna aftan í sléttilykkjuna og þetta virkar alls ekkert, þetta lítur út fyrir að flókið en er það ekki. Þetta er líka handlitagarn eftir sjálfa mig og ég ákvað bara fara all in og vera með þetta gult líka en mitt er svona frekknótt samt. Ég var að klára strofi í gær og næst þegar ég tek upp pokann þegar ég kom inn hringinn þá byrja ég á mynstrinu og þetta er líka 2,25 mm prjónn en 72 lykkjur. Það er bara að gefa upp þannig og ég ákvað bara að gera það. Sjá hvernig það passar. Ef það verður eitthvað stórt á mig þá verður bara eitthvað stórfættur vinnur heppinn. Síðan er hérna meira holst garn og ég er líka að prjóna það tvöfalt. Og ég ætla að ná bara í hérna. Ég ætla líka að geyma þennan gæja. Þetta er sem sagt bara super soft 100% ull og liturinn er oatmeal. Og ég er að, eins og ég segi, að prjóna þetta tvöfalt og ég er að gera White Horse eftir Caitlin Hunter frá Oiland Knits. Að sjá hvað er forsíðumyndin. Ég er búin að eiga þessa lengi, þessa uppskrift. Og bara alltaf búin að vera betur í þetta garninu. Og svo þegar Katie Inside No. 23 var búin með sína þá sem betur fer fann ég garnið í hana. Þetta er svo satt peysan. Það er gefin upp þarna þessi DK
grófleiki af garni, en af því að ég féll fyrir þessu holstgarni og fannst það svo sannarlega virka, gerði ekki prjónafestupröfu, nýtti mig bara prjónafestupröfuna sem ég gerði fyrir hitt garnið. Ég held að þetta væri alltaf leið. Ég veit, ég er rosa óþekk, ég veit það alveg, en ég var bara svo sjúklega spennt. Og að þetta nú, já, það kemur bara ljós. Nei, ég veist þetta var alltaf leið. Þetta er prjónað á 3,5 mm og 4 mm prjóna og ég er sem sagt í blúndu mynstrinu og þetta er prjóna ofan frá og niður. Þaralegandi auðvitað að stjórna því ef hún lítur út frá of lítil eða of stór þegar það kemur. Og ég bara tók út úr plastinu, plassa þessu bara hérna eru skrifiði uppskriftin, skrifaði hlutin fyrir blúndupartin og svo krossaði ég bara fyrir aftan hverja umferðin leið og ég búið með hana, svo ég veit nákvæmlega hvar ég er. Og það er rosalega mikilvægt að gera það þegar maður er með svona mikið í gangi, að merkja vel við hvar maður stoppar, af því að það er ekkert leiðilegra en að eyða tíma í að finna út hvar maður staddur í uppskriftinni. Það er bara sérstaklega einhverju svona sem að skiptir máli að vita hvar maður er staddur. Og þetta sést, já, eins og að þú sagði, tvöfalt. Ótrúlega gaman að prjóna þetta. Þetta er svona eitt af þeim verkefnum sem ég verð að leggja frá mér til þess að taka annað upp, af því að þetta er bara bæði finnst mér rosalega skemmtilegt að prjóna úr garninu, þó að sé svolítið svona stíft og mikil svona spuna olía ennþá í því og svoleiðis, að þá er samt eitthvað rosalega gott við að prjóna úr þessu holstgarni. Ég hlakka ofboðslega til að sjá hvernig það kemur út þegar ég er búin að þvoða og þurrka og byrja að nota. Ég sé alveg fyrir mér að eignast fleiri svona gæja. Og það er nú kosturinn við að maður er að sér uppskrift sem að kallar á þennan DK grófleika, þá er alltaf hægt að nota tvöfalt svona fingering eða svona sokkabandsprjóna grófleika. Síðan er það í fallegu töskunni sem ég fekk í jólagjöf einu sinni frá Dóru systur minni, sem er bútasaumsóð, og þetta er svona taska sem að vera ekki metin til fjár, því að já, þetta er bara rándýr gæi. Þetta er sem sagt, ég er að gera annan The Weekender eftir Andreu ári. Fyrsti Weekenderinn er hérna algjörlega eftir uppskriftinni úr réttum grófleika, og þetta er Wool of the Andes sem ég notaði þessa. Og hér sjáu þið að garðaprjónshliðin snýr út eins og segir í uppskriftinni, erminn er slétt eins og segir í uppskriftinni, og þessi bara alveg eftir uppskriftinni. Næsta er langt frá því að vera eftir uppskriftinni, af því að ég er að nota brjálæðislega gróft garn, hérna Andis frá Drops. Og þetta er bara litur 100 og kallar á 9 mm prjóna, á meðan að hinn sem ég gerði var ég að prjóna staðist með 5,5 mm. Og ég þurfti að náttúrulega reikna þetta allt út og suður hvað ég myndi nota. Já, ég er með þessast 9 mm í aðalhlutanum hjá mér, og ég þurfti að umreikna og fækka lykkjum. Ég er alveg langt undir, minnsta stærðin kallar á að flytja upp á 188 lykkjur samtals, en ég er með 166 samtals, og 188 var minnsta stærðin, og þetta verður samt alveg stórt. En ég ætla að
hafa sléttuna út. En mér langaði samt að hafa eitthvað sem að sýndi þessa rönd, þetta smáatriði hérna. Þannig ég fiffaði það bara, í staðinn fyrir að gera eins og segir í uppskriftinni þegar maður ætlar að hafa garðprjónu út, þá bara fiffaði ég annað. Og ég ætla líka að hafa ermarnar sléttar. Mér finnst bara einhvern veginn of gróft að vera með garðprjónin sem réttuna. Nú ég farin að prjóna svo mikið af peysum, sko, þannig að ég svona, af því að ég ætla bara að enda þetta þannig að fataskápurinn minn, peysurnar þar, séu bara peysur sem ég hef gert. Og þá vill maður hafa það líka þannig að þetta sé svona praktískt og klassískt og geti elst svolítið með manni. Þannig að við sjáum hvernig þetta fer allt út. Og þetta hérna með þessu tubular cast on, ég veit ekki íslensku orðið yfir það. En þetta ótrúlega flott aðferð. Það kemur engin svona áberandi uppfytjunar umferð í byrjuninni. Þannig að þó þetta sé samt á svona grófum prjónum og svona gróft gatt, þá gengur þetta ekkert eitthvað rosa mikið hraðar en annað af því að það bara svolítið erfiðar að prjóna á svona stóra prjóna. Það pínu, eða fyrir mig, finnst það svolítið þreytandi. Jæja, hvað segið þið? Nú ég búin að sýna ykkur öllu uppfytti mín. Ég ætla að næst í sýna ykkur þetta, þá ætla ég ekki að sýna ykkur, eða ég ger ekki ráð fyrir að sýna ykkur öll. Ekki nema að það verði eitthvað bara ótrúlegur framgangur hjá mér. Núna þegar ég fyrir að taka þetta upp á pókanum eftir leiðis eða á milli podcastas, milli sem ég sýna, þá ætla ég að festa svona merki í sem sýnir hvar ég var. Bæði svo ég sjái eitthvað framgang og líka fyrir ykkur, til að sjá hvað ég að gera. En eftir gatgönguna þá náttúrulega var svona pínu svona mér langaði í gatgönguna en ég var föst í einni búð sem var reyndar, náttúrulega eins og ég margbúin að segja, æðislegt. En ég náttúrulega horfði á Evu á Svölsjöl þegar hún var að sýna hvað hún hafði keypt á sinni gatgöngu og ég vissi að Guðlaug myndi sýna sitt og hún var að sýna það í gærkvöldi. Og þegar ég horfði á Evu og líka bara alla myndirnar á Facebook síðunni þar sem fólk var að sýna hvað var að kaupa á Instagram og alls þar, þá alveg mér langar líka. Þannig ég gerði bara mína eigin gatgöngu, bæði á netinu og fór suður á laugardaginn var. Á netinu fékk ég mér ull til að spinna. Þetta mjög lítið og pennt, þannig að óttist ekki. Nú ég bara að hamast við að klára það sem að á hjólinu hjá mér. Ég að vinda saman, gera svona tveggja þráða snúningahespu eins og ég hef verið að gera. Nú þarf ég að fara, fyrst að kallinn búin að græja fyrir mig, þannig ég get gert 3, 4 og 5. Þá þarf ég að fara að æfa með því. En þetta verður svo sem það sem ég keypti, þetta verður 2 snúninga af því að ég keypti þetta til þess að búa til peysu, munstra peysu. Þetta 70% fine merino wool, 21 micron og 30% white tussia silk. Og þetta eru 400 grömm af þessum gula. Ég ekkert að taka þetta úr plastinu, það kemur strax svo mikið ryk af þessu og á þetta. Og með þessu ég sikkur 100 grömmin, hérna Fields of Gold. Svo svo gaman að sjá hvað það breytist þegar maður fyrir að spinna þetta og svo þegar maður vefur þetta saman og þværir þetta og þurrkar. Og monochrome. Og svo að því að ég náttúrulega að koma mér upp svona smá lager í þetta, maður þarf alltaf að eiga eitthvað smá ef maður getur. Sess hú, en svo hún einn
frægur litari amerískur að hætta að lita vegna veikinda. Hún með astma og ákveðnir sýrulitir að fara rosalega illa í hana, þannig að hún ákvað að hætta áður en hún yrði meiri sjúklingur. Jinxian heitir sem sagt búðin. Ég veit ekki hvort það sé ennþá eitthvað til hjá henni, en hún búin sérst að setja allt sem hún á inn í búðina og ég hugsa að Guð mig hefur alltaf langað til þess að eiga eitthvað eftir hana því að hún gerir trilltustu svona strípaða garnið sem að hægt eða sem mér finnst vera hægt að fá rosalega flott hjá henni. Nema hvað að því sem var tilbúðinu þegar ég skoðaði, þá var ekkert svoleiðis sem hafði það til mín. En hún hefur sjálf mikið spunnið ull í gegnum tíðina og annarslega litað ull og þarna var pínlítið af slíku. Þannig að ég á von á 100 gramma hespu eða semst óspunnu ull frá henni sem að vera þá algjör sparadúkka. Síðan var Stranded Dye Works með stóra uppfærslu á vefsíðinu sem núna á föstudaginn var. Bara einhverja þá stæðistu sem hún hefur gert lengi. Hún var líka að breyta ýmsu í sambandi við nöfnin á grunnunum á gatninu hjá sér, einfalt allt og svoleiðis. Og hún líka mikill spinnari og hafði prófað að panta ull til þess að lita og setti inn svolítið af því. Þannig að ég á von á 300 gramma hespum frá henni, nei ekki hespum, svona ullarpókum, 300 gramma þannig frá henni og og það Blue Face Lester man ég í hjá henni og já, þannig að það á leiðinni, verður vonandi komið næst. Síðan í íslensku garðgöngunni þá fór ég ég og manni minn með mér og vildi nú ekki, hann var búinn að vera svo yndislegur á garðgöngunni að smíða fyrir mig borð og keyra út úr Suður og Reykjavík meðan að ég var upp í handverkskunst. Þannig að ég ákvað að fara bara í Ömmumús og Litlu prjónabúðina. Já, erindi suður fljótlega og þá kikki ég hinnar, en ég fór í Ömmumús, náttúrulega straujaði beint af veggnum hennar Kristínar. Alls ekki, en lét ekki freistast inn í Ömmumús. Það eina sem að freistaði mín var gatnið hennar Kristínar þar, en þar sem ég á nóga því í bili og var nýbúin að kaupa með dagatali og þá ég ekkert að eltast við það. Þannig að ég fór niður í Litlu prjónabúðina, það sé ekki skrjáið. Og þar náttúrulega Vivid Wool og gard sem að mig langaði að eignast hesp úr líka. Ég ætla að fara hérna inn á Ravelli til þess að undirbúa það sem ég ætla að sýna ykkur sem kemur næst úr bókanum. Já, ég sem sagt var ekkert endilega að skoða þetta handlita fyrst. Ég var meira að stara á aðra ull sem ég ætla að sýna ykkur svo. Hvar þetta? Já, hérna. En svo þegar ég var búin að velja mér í peysuna, þá færðust augun aðeins til hliðar og inn á handlitagatnið og þar hérna Uncommon Thread veggur og Vivid Wool þar við hliðina á. Og það voru hérna tveir pínu frá hverjum öðrum sem að görguðu á mig og svo við viljum vera saman og þetta leifir maður þeim það, maður ekkert að skilja eitthvað út undan. Þannig ég fekk mér sikkur að hespuna. Ég fekk hérna frá Vivid Wool bryggja sem þetta 100% Superwash Merino. Þessi fingering weight 400 metrar í 100 grammunum. Já. Og frá Uncommon Thread gargaði Seascape. Frekar hérna bryggja og Seascape. Bæði svona sjávartengt og þessi sægræni litur bara gargaði á bryggjuna. Þannig að þeir ætla að leika sér saman
og The Uncommon Thread er handlitagat frá Bretlandi og þetta er líka 100% súpugos Meranöll, 400 metrar í 100 grammunum. Þetta verður eitthvað saman, hugsanlega sjál. Ég er svolítið ánægð með mig að þetta er, sko, þessi sægræn er ekki endilega það sem að ég myndi kaupa, en saman finnst mér þessi bara geggjaðir. Í síðustu viku kom svo út ný uppskrift frá Caitlin Hunter og ef þið eru ekki búin að átta ykkur á því núna þá elska ég hana og Andreu Mári. Og ég var að spá í að kaupa garnið sem hún notaði sjálf í þetta en þótti það bara einfaldlega of dýrt. En þetta er semst peysan. Þetta er bara 2 lita peysa með munsturbekka ofan og einhverju blúndir í. Og í prjónabúðinni, ég hef svo búin að sjá þetta áður og strjúka því en ekki vita endilega hvað ég myndi gera við það, en núna vissi ég það. Það er snældan, nappað tók, færisk ull, blanda með Falklands ull. Og ég valdi þennan sinnepsgula í aðalitinn og svona hærugráan í munstrið. Hérna er líka að fara svolítið út fyrir, já, reyndar að eina hérna úr Cotton Merino svona jakkapeysu úr svipuðum lit þessu. Þetta er ekki endilega svona, ég er voða mikið grá og bleik og gul. En mér fannst þessi bara dansa svo vel saman. Og svo er svo fyndið, þegar maður fer í þessa prjónabúð þá verður maður alltaf pínu feimin ef maður sér eitthvað sem maður kannast við úr prjónaheiminum og þarna var greinilega prjón á morgun og í gangi og ég svo sem vissi það því að Linda hefur talað það. Og meðal annars satt þarna hún Hildur í hönnurinn af Quality Street sjálfnu meðal annars og Global og hérna og Svika sumar sjálfinu og hún er að fara af stað með samprjón með Svika sumars sjálfinu og hérna svo sem afgreiddi mig kallaði í hann og sagði, heyrðu, ætlaði þú ekki að tala við Helgu hjá verkefnatöskum Helgu og við fórum báðar í hálfgerð kerfi og hérna það er einhvern veginn þessi tölvuskjár, hann virkar svo vel þegar maður er að biðja fólk um eitthvað og hann langaði þá af því að Linda hafði verið að sýna það sem ég sendi til gjafa í íslenska samprjóni að hann langaði að fá tösku hjá mér í sitt samprjón og auðvitað verði ég við því og á eftir að koma því til hennar þannig að það var rosa gaman fyrir mig að hitta hana og sjá hann prjónahóp þarna og hérna hæ ef þið eru að horfa á þið úr litlu prjónabúðinni gaman og alltaf gott að koma inn í þessu búð mjög auðvelt að láta freistast nema hvað hérna svo ég fara nú yfir ég er sérst búin að sýningu þar sem ég keypti mér á minni gatgöngu ég nú datt úr mér hérna hvað ég ætlaði að segja ykkur jæja, þannig það var þá ekki merkilegra en það já, þannig að það getur vel verið að þessir fari saman í samprjónið og finni svo þriðja leitin í strípurnar þannig að 5 fyrir svikasumari taki eitthvað gult í sóladagana 5 hjá henni það getur nú bara alveg verið já, þannig að það ég gæti hrikalega óþælt þegar þetta svona úr manni en já, bara rosalega gaman að koma þarna inn og það er svona misljúft að koma inn í verslanir bara almennt en það mér finnst alltaf að koma inn í litlu prjónabúðina þetta er svona lítið og kósí og
og það voru ennþá sjölin í loftunum held ég öll síðan á gatgöngunni, þannig að ég passa mig að horfa ekki of mikið á þau af því að ég er með alveg nóg af prjónunum. En ég á fleiri töskur þannig ég get alveg fytjað upp á meiru, en tölum ekki það núna. En ég langaði svo núna helgina að pröfa mig áfram í töskum. Mér hefur langað rosalega mikið til þess að koma að svona kassalöguðu. Ég ætla að standa upp og ná í eina. Þessi var notuð undir happadrættismiðana sem ég var með í gatgöngunni. Og það er alveg hægt að útbúa þetta. Þá verður líka með handfangi hérna megin. Þannig að þú getur látið hanga á höndinni og opna svo þess renni lásin og þú ert í biður eða prjónu upp úr eitthvað. Nema það sem að truflaði mig alltaf var það að það sást í kantana á efninu. Annarkvort það var siksakkað eða overlockað. En það var ekki að virka fyrir mig. Svo datt ég á uppskrift þar sem að önnur aðferð var notuð, en þá þarf að fiffa þetta hérna. Og ég er ekki alveg að fíla það. En þetta er rosa, þú veist, þetta er hvað er þetta ekki? Þetta er rosa þægilegt sko að geta brett svona niður þannig að rennilásin sé ekkert að húkast í og nota þetta bara svona eins og prjóna skál. Að prjóna beint upp úr. En eins og ég segi, ég fíl ekki alveg þetta form, eða þennan frágang, þannig að ég notaði helgin í að fikta aðeins í því og datt niður á þetta. Þetta hangarnir er bara afgangurinn af rennilásnum sem að ég klippti af. Og ég hugsaði líka að þetta var alveg frábæra snyrtibuttur. Og það er kassi hérna ofan líka og að neðan, en kassin á ofan er minni heldur en á þessum sem eru alveg kassalaga og það þýðir það að þetta virkar einhvern veginn betur. Hérna stakk ég bara sýnishornunum frá henni Kristínu onni sem ég gerði fyrir hana bara meðan að töskurnar voru í myndatöku, svo sæti betur. En þetta er þá kassalaga neðan og smá kassi hérna ofan og þar leiðandi er ekkert svona siksakt dæmi hér. En á móti kemur að það er ekki eins auðvelt að opna og bretta niður. Það er eitthvað sem að ég get skoða betur. En þá er aðalmáli kannski að láta rennilásin koma hérna alveg út á endan. En leið og hann fyrir að koma hérna niður þá maður koma inn í þetta vesen með að fela sárin á efninu. En ég prófaði að gera þetta í 4 stærðum og setti þetta einmitt inn á like-síðuna jafnum áðum og ég var að klára þetta. Og þessi minnsta, hún tekur alveg auðvitað svona pínlítið tuskuhekl verkefni eða málingabustana eða undir smádótið sem að fylgir okkur. Það væri möguleiki með þessa. Miðjustærðirnar eru alveg að taka 100 grömm. Þessi sem ég var að sýna ykkur með sýnishornunum er svo næsta stærð. Og þriðja stærðin er svona og þessar eru allar jafn breiðar en hækka. Er alltaf smá að verða dýpri töskunnar og hérna eru auðvitað 100 grömm líka í þessari. Og þessi er aftur á móti, hún er örlítið lægri en næstæðasta taskan en lengri og tekur þar leiðandi auðvitað 150 grömm. Og svo myndi ég gjarnan vilja fara upp jáfnvel 1 til 2 stærðir í viðbót, komast alveg í 300 grömmin. Af því það er svona vinsælasta stærðin.
sem sagt eins og þessi hérna. Ég þarf að finna út, það vantar ekkert mikið upp á, sko, það vantar alveg upp á hæðina. Þannig að ég er að vinna í þessu og þá náttúrulega fekk maður hérna innblástur í að prófa eitthvað meira og þetta er bara svona mjög einfalt en praktískt undir prjónana eða smádótið, litina eða hvaðina, snyrti tuðra. Og svo er hérna önnur sem er með svona smellu vasa framan á, rendað ofan og ég skuttlaði hérna hann í 50 gramma dokku eða sem snyrtibutta. Hún náttúrulega ekki með svona kassalegum botni. En maður verður svona aðeins að leika sér til þess að finna út hvað virkar. Síðan fann ég uppskrift af nestisboxi. Ég var náttúrulega ekki með að hugsa þetta sem nestisbox. Náttúrulega var ég að hugsa þetta sem verkefni tösku. Og í uppskriftinni þá er hún miklu svona stífari af því þá er svona einangrunar efni sett á milli til þess að halda köldu. En ég er bara með flísilínu mitt og þannig að hún er aðeins linari fyrir vikið en hún, sko þegar ég var að taka myndina af henni þá var ég með 300 gramma hesper af steppgarninu ofan í. Hérna er ég bara með hérna svona Whirl bómullegarnið litskipta sem ætlar að flýja út. Og þetta er eitthvað sem maður þyrfti að skoða og þetta er með bara svona smelluð þannig að það er engin rennilás að þvælast fyrir og svo handfang. Þannig að þetta er eitthvað er það ekki annars. Svo gerði ég ætla nú ekkert að fara að gera þessar, það eru önnur sem er að framlega þessar og persónulega nota ég sjálf ekki svona mikið opnar töskur, ekki nema bara hérna heima af því að ég bara þá mikið brussa að ég myndi missa líklega eitthvað úr töskunni og þá væri voðinn vís. En þú veist, þetta fyrir vel á hendi og bara, já. En ég hugsa ég fari ekki þessa leið nema að vera eitthvað sérstaklega óskað eftir því. Og síðan er stæðsti gæinn hérna. Ég hæpið að ég fari út í þetta, bæði er það dýrt og það tekur mikinn tíma, þess vegna er það líka dýrt. Og þetta er sem sagt kassalagur botn og maður lokar hann hérna utanfrá að neðan. Gæti náttúrulega alveg handsauma það. Svo sett ég eitt svona hérna utan á til þess að hengja eitthvað sætt í. Og hérna innan í er líka og þá sniðugt að krækja lyklunum sínum jáfnvel hérna í svo maður týndi þeim ekki ofan í töskuna því þetta er algjör gímald sko. Ég setti hérna sikkura 100 gramma, sjáu þetta, ég veit ekki hvað ég er að sýna ykkur, sikkura 100 gramma hespuna hérna sikkur 12 og síðan er renthólf í miðjunni. Það getur vel verið að ég seti bara inn á síðuna eða ef að einhver óskar, þú veist, að það væri hægt að sérpanta eitthvað svona dæmi af því þetta myndi alveg kosta 7 skall eða eitthvað og ég ætla ekki að vera að dýrastu töskunum sem ég er með á síðunni eru 5.500 og mér finnst það bara alveg yfirdrifin á en svo fæ ég annarslega beinir svona eitthvað öðru, eða svona sérpantanir og þá kannski mest í efni en það er ekkert auðvelt, ég er með svo rosalega mikið úrvala efni að ég get ekki verið að mynda það út og suður. Það þarf þá að vera alveg búið að hérna skilgreina nákvæmlega hvort við komandi sé að hvaða lit og hvort það með verið munstra eða lítið munstra eða hvernig. En ég er ekki mikið að gera það, ég bara mér finnst skemmtilegast að sauma þegar að ég
þú veist, náttúrulega í stuði og svona fæ andan yfir mig og líka að ég með efnisbútarnir eru það litlir að oft duga ekki nema bara í eina tösku og jafnvel ekki nema hluta af tösku. Þannig að þess vegna ég ekkert mikið í svoleiðis, en ég myndi kannski setja upp eitthvað svona í sambandi við svona stórar sérhæfðar töskur, en þá yrði litagrunnurinn bara að vera einfaldur og svoleiðis. Þannig að þá bara hafið þið samband. Ég veit ekkert hvað tímanum líður af því ég sé ekki framan á myndavélina, en ég hugsa að þetta sé orðin alveg allt og langur þáttur og bara afsakið. Ég bara varð að sýna ykkur það sem ég að byrja á. Þið horfið þá bara á þetta í skömmtum. Fínt að segja það í lokin að horfa á þetta í skömmtum, það ekki? En já, annan október, eins og ég sagði hann, komið ár og þá nú kannski, þú veist, komið tilefni til þess að fara að stofna þessa síðu, til þess að byrja með aðventudagatala hugmyndina og fara, og ef að þið myndi hjálpa mér sem að hafa áhuga að taka þátt því að útfæra það og setja þá hérna kommentir neðan hvort þið hafið áhuga og hvort þið séð með tillögu að nafni á hópinn inn á Ravelli sem ég myndi þá stofna í kjölfarið. Og það, þú veist, ef að einhverjar 4-5 sína áhuga þá bara kýlum við á það. Og þeim mun fleiri, þeim mun skemmtlegra. Eins og ég segi, ég gæti örugglega gert útbúið 3000 dagatöl úr mínum afgöngum. Og þú veist, fengi þá frá einhverjum 3 öðrum á móti. Og já, ef við ekki skoða þetta. Ég allavega ótrúlega spennt fyrir þessu. Og eins og ég sagði áðan, ég að vinna í þessari vefsíðu og pæli nýjum töskum og þeim með gjarnan einmitt kommenta á það inn á like-síðunni hvað eitthvað finnist að ég ætti að fara að gera meira af þessum sniðum sem ég með þarna. Eða bara hvort ég halda mig við þetta sem ég búin að vera að gera. Ég hef verið að fá svolítið mikið beiðnir þessa kassalöguðu. Kannski reyni ég að skoða þetta samt svolítið betur af því mér finnst þetta svolítið skemmtilegt að geta brett svona vel niður. Kannski gefst ekki alveg upp strax. En það verður allavega ekkert alveg á næstunni. Guðlaug skoði Reó vettlingan hennar og svona sem sagt ástandið eftir þetta nú bara hefur nú alveg verið oft milljón sinnum verra sko. En ég náði semst ekki að klára vídeóið af því að batterið kláraðist. Ég vildi bara ljúka þessu á því að segja að ég óska ykkur öllum góðrar og gleðilegar handavinnuviku og við sjáumst í næstu. Takk fyrir og bless bless.